Komið sæl og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftíman. Ásamt henni Elísabetu Einarsdóttur sem ætlar að rabba við mig hérna kerfin okkar, heilbrigðiskerfið og skólakerfið, félagsmálaapparatið og fleira. Velkomin, Elísabet. Takk fyrir. Þú hefur nú þú ert sjálf öryrki eftir langvarandi baráttu við bæði krabbamein og gigt og annað. Og þannig að þú hefur sjálf ýmsa reynslu af heilbrigðiskerfinu og kerfunum okkar. Já. Og kannski lengra í rauninni, eða þú ert í rauninni með alveg heljarinnar sögu og kannski bara, eins og þú sagði mér frá aftur í ættliði. Já. Það er svolítið áhugavert líka að áföll bara ættliðana. Já. Áfallar svo ættliðana og missi móður þína mjög ung og gengur í gegnum ýmislegt þar, þannig að þú þekkir bæði svona þessa hlið að alast upp í gegnum áföll og svo taka veikindi við og svo ertu núna með 4 börn sem að hver að glíma við erfiðleika, þannig að þú þekkir líka kerfið sem móðir. Já, ég geri það. Já. Ég með 4 börn og 2 þeirra eru fósturbörn, þannig ég svona móðir 4 barna sem eru að glíma við mismunandi vanda. Já. Þannig, og síðan ég svona manneskja sem hef líka verið að gangi gegnum ýmislegt bara í lífinu. Mm-hmm. Og já, mér finnst nefnilega reynda líka svolítið svona forvitnilegt að skoða svona aftur í ættir að þetta svolítið svona samhangandi og maður að reyna, það sem ég svolítið að reyna að gera að brjóta þessa brotnu ég veit ekki þetta það sem ég að reyna að brjóta þetta upp. Að maður mæti erfiðleikunum á annan máta heldur en hefur verið náttúrulega gert í gegnum ættliðina að börnin fái betra utanumhald og betra aðhald í dag. Já. Og við ættum að hafa tækin og tólin til þess í dag og við ættum að hafa kerfin til þess að aðstofa okkur í dag. En svo þau ekki alltaf alveg að virka. Já. Reynda var dóttir mín að segja við mig í gær að henni hugnast ekki að fara að eignast börn. Hún heldur henni finnst það að vera svo rosalega erfitt að vera að hugsa börn og hún ekki viss að hún getur hugsað barn þannig að muni ekki verða að það sé svo mikla hættur eiturlyf og allt þetta henni finnst þetta og hún var að tala þetta við mig í gær að hún vissi ekki alveg af hverju hún og bróðir hennar hefði ekki áhuga neinu svoleiðis. Nei. En ég veit ekki, en ég var nú samt að segja henni að það skiptir samt mjög miklu máli held ég í því að þó maður geti aldrei sagt neitt 100% en þá það bara þessi fyrsta umhyggja að börnin fái þörfum sínum mætt og þau bara frá fyrsta degi þannig að þau verði og ekki að alast upp við neina óreglu þá kannski ekki alveg það hjálpa eitthvað til með að þú farir ekki út í neitt svoleiðis en þó maður geti aldrei sagt neitt 100%. En mín börn hafa nú samt, þau eru nú samt öll búin að vera eiga við erfiðleika stríða svona andlega. Ég verið með barn sem hefur verið með skólaforðun og það þessi stelpa sem ég var að tala ég kannski bara segi frá því aðeins. Segðu okkur aðeins frá því, af því einmitt og hvernig þú hefur leitað til
félagsmála yfirvalda með það en þar hefur komið að lokuðum dyrum. Já, þannig var mál með vexti að ég fótbrotna mjög illa Já. og hún hann á efri hæðinni og það einhvern veginn svolítið svona við það þegar ég fótbrotna og get ekki verið alveg að sinna börnunum og maðurinn minn sjómaður og bara, lengi í burtu, Já. að þá einhvern veginn svona, sko, það fer einhvern veginn svolítið svona heimilega á hliðina. Og kannski að því að ég með þessa sögu krabbaminn og eitthvað svona, sko, ég var mjög veik þegar þau voru lítil eða eitthvað þannig að getur verið að sé eitthvað út frá því að það varð eitthvað svona mikið svona depur eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig þetta er. Af því þá þú ert orðin veik þarna eitthvað aftur. Já, það getur eitthvað trigger eða eitthvað. Já, og ég leitaði þarna á þessum tíma þá til Migars, félagsþjónustuna í hverfinu og óskaði eftir ég að fá morgun hana, svona einhverja manneski sem gæti komið hress á morgnana og myndi svona vera innspýting í að allir myndi nú vakna og svona og komast að stað í skóla og þannig, en það fékk ég ekki. Í staðinn fékk ég bara gríðarlega gagnrýni á heimilið og sem að varð bara meira álag og bara braut mig niður, sko, sem bara að ég var bara mjög öryggislaus og upplifði mig bara mikla vanlíðan, að ég leita eftir hana í þetta kerfi okkar, eftir aðstoð sem að mér fannst bara eðlilegt að ég gæti óskað eftir í þeim aðstæðum sem við vorum í. En í staðinn fæ ég bara, gagnrýni á mig sem móður og á heimilið og ekkert uppbyggilegt. Og maður bara upplifði bara mjög mikið svona mikla vanlíðan og bara að maður var að tala við fullorðið fólk og sem á að vera þannig til staðar fyrir mann og grípa fólk þegar það í svona vanda eins og kom upp hjá okkur, en það var bara ekki. Nei, einmitt. Og þannig að ég bara reyndar við gerðum það að við sóttum bara í einkageirann sjálf, foreldrarnir, og fengum aðstoð bara annars staðar frá, sem að náttúrulega var bara gríðarlegur kostnaður fyrir okkur. Þetta ekki gefins. Nei. Og það var reynda mjög fínt, sko. Það kom alveg hress stúlka en við náttúrulega erum að borga það alveg fullu verði sjálf, sko. Já. Og við gátum ekkert nýtt okkur það eins og við vildum vegna þess að við höfum bara gefnað því. Nei, akkurat. Það nefnilega málið. Ég hef líka reynslu af því að félagsþjónustan, sko, þegar verið að óska eftir aðstoð við ákveðna hluti og þá bara við vísað út í bæ að tala bara við þannan og þú getur bara að tala við umboðsmann skuldara eða þú getur að tala við þannan og þannan. Það er svona að vísa bara eitthvað og ég sagði á endanum, gerið þið ekkert? Og það var bara, svarið var bara nei, því miður. Við höfum bara þessi tól að vísa fólki eitthvað þannig. Þannig að og þetta, eins og við vorum að ræða á þannig, þú sagðir einmitt, já, því nú er maður að borga útsvar og maður að borga sveitarfélögunum, maður að borga ákveðinn skatt. Já, og þetta gríðarlegt apparat og þetta apparat eins og Miðgarður kostar fullt af peningum. Já. Húsnæði og allir þessi starfsmenn og þetta var bara gríðarlegt áfall fyrir okkar fjölskyldu og ég kem aldrei til með að tala við fólk þarna aftur. Nei, einmitt. Ég bara, ég flyt frekar á hverfinu heldur en að fara þarna aftur því að þetta var rosalega mikil vonbrigði að fá svona bara, þetta var bara, svona, já, ég bara eiginlega ógeðslegt að upplifa þetta. Það eiginlega bara, mér finnst það, að því að við eigum að vera komin lengra.
Já. Við eigum að vera komin lengra með okkar svona velferðarkerfi að ég hélt að þetta vera að börn skiptu máli í okkar samfélagi. Veist, að það væri svo mikið svona vera einblín á börn. En þarna var það ekki, ég gat ekki upplifað það. Nei, við vorum að ræða um það áðan, við vorum báðar að horfa á málþing Geðhjálpar hvernig börn sem aðstandendur og hvernig kerfið hefur ekki verið að grípa þau og annað, og náttúrulega svo hefur Geðhjálpar verið að leggja til ákveðna hluti. Já, mér finnst það mjög spennandi og ég alveg óska þess að því þetta svo mikilvægt fyrir okkar samfélag að eins og var verið að tala þarna með þessar tölur að ef þið innspýting 240 milljónir í velferðarkerfi fyrir fyrstu 1000 daga í lífi barna, þá myndi það spara samfélaginu 7 milljarða. Mér finnst þetta reyndar eitthvað svo ævintýraleg tala að mér finnst þetta eitthvað, maður myndi vilja fá að vita meira. Já. Hvað á baki, en þetta bara, það bara segir. Já, mættalega einhver heilsuhagfræðingur búinn að rekna þetta út. Já, þeir eru búin að gera það í Englandi, School of Economic. Já, akkurat. Þannig að það búið að rekna þetta alveg út, Ég hef verið í öryrkjaráðunum, við erum að tala við fólk til dæmis, tala við allavega 3 sem eru búsett í Danmörku. Og þar upplifir fólk kerfið bara byggt utan börn. Beinlínis. Og við erum með svo langt frá því einhvern veginn að vera þannig kerfi á Íslandi, finnst mér. Já, ég held að það hljóti bara vera að við erum bara með svo skattaða einstaklinga. Já, það hljóti bara eiginlega vera það að þetta kerfi og það byggar því. Þetta svo skattaðar einstaklingi sjálfir að þeir eru bara ekkert færir að sýna velvilja eða vilja aðstoða eða hlúa að einhverjum. Af því þeim finnst bara við öll vera ömuleg. Við erum að koma og biðja aðstoð. Já, ég veit ekki hvað það Elisabeth. Ég veit ekki auðvitað náttúrulega. Það hlýtur að vera eitthvað svoleiðis. Eða svo samaði líka bara, það eins og sé öll kerfi á Íslandi að drukkna úr einhverju vanfjármögnun eða einhverju og samt eru þau að fá peninga og samt virastu líka vera illa skipulögð eða eitthvað. Ég meina það eins og þetta ofsalega skrítið. Ég er búin að vera að fókusera núna líka á sveitarfélögin út frá því að þau eru ekki að veita fötluðu fólki þá þjónustu sem það á rétt á, varðandi til dæmis NPA þjónustu. Við erum með fullt af fólki sem fast inn á spítölunum. Bara fær ekki útskrift af því að sveitarfélögin neita að veita þeim þjónustu heim með NPA þjónustu. Þetta bara hræðilegt og maður hugsa bara hvað rugl í gangi. Já. Já, það alveg, þetta alveg, það eins og af því að það svolítið misjafnt eftir hver það það eins og ég nefnilega með 2 fósturbörn og þá kemur barnaverndarnefnd Reykjavíkur inn í málið og þá einhvern veginn eins og þá miklu meira utanumhald, sjálfvirkt og það virkar. Það frá öðru sveitafélagi en því sem þú býrð í? Nei, það í Reykjavík. Þú býrð í Reykjavík, já. En það virkar, kerfið þar að virka í kringum þessu fósturbörn, Já, kringum fósturbörn, já. Já, af því það og ég með handleiðslu frá BUGL og það alveg allt svona, það að virka. En þegar ég kem að því að ég lendi í þessum vandræðum og býð aðstoð fyrir mín börn, eins og til mikar, þá ekkert að virka. Nei, einmitt. En þetta eins og þegar ég upplifi eins og þegar ég fékk krabbamein, að þá virkaði kerfið. Já. Eftir að þú kom með greininguna? Já, eftir ég reyndi að tók 20 ár. Já.
krabbameinslæknir sagði, ég var búin að vera með minnst 20 ár með þetta krabbamein. Já, hugsaður. Og en það virkaði allt. Það, ég var alveg bara, sko reyndar var á þessum tíma, náttúrulega svolítið mörg ár síðan, kannski það var ekki alveg, kannski hélt ekki utan börnin mín á þessum tíma. En það var alveg utan mig, sko. Já, einmitt. En þetta hefur náttúrulega samt eitthvað haft áhrif á þau, sko. Og ég náttúrulega var ekki til staðar, þannig ég veit ekki alveg hvað þau voru að upplifa. En það var bara mjög fínt. Mér leið mjög vel, sko, með, ég fekk sálfræðiaðstoð og bara heilmikið svona, öryggi. Ég bara fann strax, sko bara, læknirinn sem að skar mig og bara var rosalega bara frábær, sko. Ég bara skammast mér svo mikið fyrir að ég man ekki hvað hann heitir, en hann leit út eins og, lítur út eins og einhver leikari sem að var að leika með Clint Eastwood í þessum kapómyndum í gamla daga. Já. einhver kall þar, sko. Ég man það alltaf bara. Já. Ég man ekkert hvað hann heitir. Þú manst ekki hvað hann heitir. En hann var alveg bara, sko, hann bara var þannig að maður bara treysti honum. Já, einmitt. Hann var alveg, þetta var bara snillingur, fær á sínu sviði. Já. Og en þessa reynslu hef ég líka, að maður með vel skilgreinda sjúkdóm og það fer bara kikkar eitthvað ferli í gang inn á spítalanum og það bara allt perfekt. Já. En svo þegar og fólk að leita lækninga og leita á heilsugæsluna eða eitthvað, eða á stofurnar út í bæ, að þá þetta bara svona verkstæði sem og þú hefur korter og þér bara kastað út einhvern veginn, helst með sem minnstar upplýsingar. Já. Og sem minnstar hlustun og það einhvern veginn. Já. Og það eiginlega svona maður bara færa einhvern veginn á tilfinningunum að sé einskis virði. Já. Og mér finnst ég hef upplifað svolítið í heilbrigðiskerfinu að eftir að ég varð öryrki að þá ég að fá allt öðruvísi þjónustu. Það algjörlega mín upplifun heldur en þegar ég var kennari og þá var ég einhvern veginn meiri manneskja. Okay. Þannig að mér finnst ég hafa hrapað niður bara, að vera orðin öryrki, þá ég bara null og nix í þessu samfélagi. Eða svona einhvern veginn hjá læknum. Já, sem bara hræðilegt. Já, ég meina eins og þegar ég bara fótbrotna. Ég fótbrotna mjög illa, ég var 3 fótbrotin, alveg rosalega illa fótbrotin og ég með skaddaðan fót eftir þetta, ég með 20 cm plötu og 10 skrúfur og eitthvað svona ég held 12 meira svo. Það skiptir ekki máli, en allavega ég fótbrotna morgun komin á spítalann klukkan 9 og ég var ekki búin að borða neitt. En ég var látið bíða til klukkan 9 kvöldið til áður en fyrir aðgerðina, sko. Þannig að ég hefst alveg, og ég var svo kvalin, þetta var hræðilegt. Já. Ég man alltaf eftir þessu, mér fannst eins og ég var bara hentan inn einhverja stofu og svo var ég bara látið vera þar. Já, einmitt. Í staðinn fyrir að hafa farið bara fljótlega í aðgerð, sko. Ég veit ekki. Mér fannst að ég allavega, ég með svo skaddaðan fót eftir þetta, ég hef svona einhvern veginn, svona mín upplifun allavega einhvern veginn svo að því að ég öryrki, þá var ég bara látin bíða. Já, einmitt. Þá var allt annað var tekið fram fyrir mig. En ef ég hef verið að kenna á þessum tíma, þá hef ég verið tekið strax. Ég hef ekki hugsað. Þetta algjörlega mín tilfinning, sko. Já, einmitt, en ég ætla bara að segja, ég svo blanko stundu, ég hef aldrei hugsað sko þetta nákvæmlega svona, að því, en kannski, ég veit ekki, svo erum við misjöfn náttúrulega, hvernig hversu frek við erum og
og hversu vel við berum okkur. Og ég held að ég lenti því til dæmis að fyrir nokkrum árum að fá nagla í gegnum fótinn, svona gamlan rauðgaðan nagla. Já. Og ég var látin bíða í 7 tíma á bráðamóttökunni. Já. Áður en að ég var sprautu með einhverju og það kom náttúrulega ígerð í, ég bólnaði alveg bara, og þú endaði á því að þurfa að vera sko mæta í viku, þú veist, á hverjum degi upp á bráðamóttöku í pensilingjöf. Og ég hugsaði með mér, þeir hefðu getað sparað sér peningin maður með því að afgræða mig strax og sprauta einhverju í mig til þess að drepa þetta, eða þú veist, til þess að stöðva mögulega sýkingu. Já. En nei, ég var bara látin bíða þannig í 7 tíma og meðan mallar upp þessi sýking og maður hugsa sko út af hverju voru allir teknir fram fyrir mig. Já. Þú veist, var það að því að ég bar mig svona vel eða þú veist, og svo hugsaði eftir að já, býtu eins og þú segir núna, ég meina var það að því að ég er öryrki, ég pældi ekki einu svona í því. Nei, sko ég nefnilega lenti í þessu nefnilega, ég fóbrotnaði nefnilega áður á þessum sama fæti sem ég er núna svo skaddaður og þá einmitt, sko, þá fóbrotnaði ég og fór á spítalann og var flutt með sjúkrabíl og svo var ég bara send heim að ég væri bara tognuð. Já, ok. Og ég var að drepast í fætinum. Og ég meira þess að fékk samt hækjur, en mér var sagt ég ætti að skila þeim eftir helgina. En ég gátt ekkert skila þeim, ég var með þar í mánuð, en þá var ég að fara þá þurfti ég að fara í Dómus til þess að láta, þá var að vera að fylgja eftir krabbameininu og ég var að fara í svona beinaskanna og þá sögðu við mig, býtu, þú veist þú ert fótbrotin er það ekki? Og ég alveg, nei, mér var sagt, og þú meira þess að spurði, ertu með spelkur með þér eða eitthvað? Ég segi, nei, mér var sagt ég var bara tognuð. Nei, þú ert fótbrotin. Og ég segi, var ekki tekið mynd? Ég segi, jú, það var tekið röntgenmynd. Og þau segi, herðu, við viljum endilega fá að taka röntgenmynd. Nei, við vildum taka sneiðmynd. Og ég segi, já, allt í lagi, af því fyrst þetta hafi ekki sést á röntgenmynd. Og þau tóku sneiðmynd og ég var fótbrotin og með slitið liðband og þessu, herri, við viljum líka taka röntgenmynd, hvort þetta sjáist virkilega ekki á röntgen. Og tóku röntgenmynd, jú, ég var alveg klárlega fótbrotin og ég var bara send beint frá Dómus niður á Borgarspítala og fékk gifs. Og þá fóru allir að vorkenna mér og þá var ég búin að vera í mánuð að drepast og með skoppand á öðrum fæti, veist, og ég var með 2 lítil börn og hvolp, þetta var á þeim tíma þegar hundurinn minn sem er núna 12 ára var lítill. Já. Og ég var að, veist, en sko, svo þegar ég fekk gifsið, þvílíkt, ég bara, þá allt í einu bara var allt í lagi, sko, þá gat ég bara akkurat tryggt mig án þess að vera svona verkjuð. Þetta er rosalegt. Já, svona var framkoma við mann, sko. Já, en ég bara hélt að ég var svona mikill aumingi. En hvernig finnst þér hvernig finnst þér kerfin, finnst þér kerfin hafa batnað eða finnst þér með tímanum eða finnst þér þau ennþá vera bara löskuð? Hvernig finnst þér heilbrigðiskerfið til dæmis í grunninn? Þú ert að fá góða þjónustu þegar þú ert með eitthvað skilgreindan sjúkdóm, heilsugæslan og spítalinn, er þetta að vinna saman? Nei, ég held, mér finnst þetta vera, ég reyndar svolítið hrædd heilbrigðiskerfið, að mér finnst einhvern veginn eins og, sko, ég reyndar, ég held að sé vera að reyna að gera gott, sko, ég held að það sé svona á plönunum á þetta að vera voða gott, og, veist, ég er hjá heilsugæslunni Höfða, en mér finnst svona, sko, það er reynda kannski orðið svolítið þannig að ég treysti bara ekkert á, veist, ég fer helst ekki til læknis, sko. Það er eiginlega maðurinn minn þegar bara neyða mig til þess að fara til læknis, sko. Þannig ég vil helst ekkert fara til lækna, mér finnst bara einhvern veginn, mér finnst ég bara ekkert fá hlustun, sko. Nei. Það er komið bara eitthvað rosa vantraust. Já, hjá mér. Já.
með það og mér finnst þetta bara erfitt og, og ég eiginlega bara svona eiginlega eins og man alltaf eftir að amma mín sko sem að var á Arnarholti, hún sagði að hún myndi ekki vilja vera á spítala, var samt á Arnarholti, ég minn, en hún myndi ekki vilja vera liggjandi veik á spítala og og ég er eiginlega farin að vera bara hugsandi svolítið eins og hún, ég vil ekki vera veik á spítala, frekar vil ég deyja áður, já. En, já, ég veit það ekki. En ég er eiginlega bara, veist, ég er rosalega, það sem að reynda að brenna mér rosalega mikið á mér, að það er þetta að stinga á þessu, kýlum eða, veist, þessu skömm sem að geðræn vandamál eru í samfélaginu og allir sjúkdómar eða, veist, og vanheilsa í því tengt á bara, veist, alveg jafn mikið rétt á sér eins og að fótbrotna og fólk á bara að fá þá aðhlynningu sem það þarf og þetta á ekki vera einhver feluleikur, heldur bara, veist, þetta er bara eðlilegt, fólk getur orðið veikt á geði, veist, bara jafnt og eins og að fótbrotna og það er það sem að ég hef, sem að ég reynd, mér finnst vera orðin svona vakning með í samfélaginu og sem að mér finnst að þurfa að halda utanum og til þess að við bætum samfélagi. Af því að við þurfum að hlúa af fjölskyldum, við þurfum að hlúa að geðheilbrigði ef við viljum fá gott samfélag. Já. Það er bara þannig. Það þurfa allir að fá að vera með. Ég hef svona heyrt, ég hef verið með svona smá glugga inn í geðapparatið mitt, geðdeildirnar eða geðdeildina og þar hef ég svona fengið að heyra bara í gegnum fjölskyldumeðlim svolítið hvernig atlætið er og nú hef ég sjálf legið sko töluvert á spítala og það er alveg rosalegur munur ennþá virðist vera á því hvernig bara er tala við manneskju sem liggur inn á geðdeild versus manneskju sem liggur inn á til dæmis lúnadeildinni eða einhverju bara annarri deild á spítala. Og ég hef svona fengið þá tilfinningu býtu eru virkilega, því nú er samfélagið orðið, við erum orðin frekar svona opin finnst mér fyrir því að tala geðsjúkdóma og það er ekkert mikið tiltökumál að tala að einhver sé með kvíða eða einhver sé með þunglyndi eða eitthvað svoleiðis, en svo finnst mér eins og svona dýpstu fordómarnir liggja oft inni á bara spítalann. Mér finnst það svo hræðilega sorglegt. En ég held að, ég veit ekki hvernig, til dæmis barna- og unglingageðdeildin er kannski undanskilin þessu sko. En Já, nú hef ég verið svolítið þar. Já. Og mér finnst vera sko svona bæði og. Ég hef nú reynda líka alveg kvartað sko. Já. Þar, en mér finnst samt svona vera, ég hef samt fundið fyrir velvilja og áhuga og virðingu og sem að mér finnst bara skipta öllu máli ef við ætlum að vinna saman við þurfum, það þarf að gera það með sama hvað það er við þurfum að geta tala saman og unnið saman og það þarf þá að vera virðing og umhyggja það er bara það sem skiptir öllu máli ef við ætlum að ná einhverju fram ef við ætlum að vinna eitthvað saman með eitthvað þá þarf að vera þannig það er ekki það gerist ekkert með að berja einhvern niður það er ekkert hjálplegt við það það er bara þannig þá er bara hægt að vera að sitja reiður einhvers staðar. Já, akkurat. Já, einmitt. Já. Endalaust. Já, leysir ekki mikið. Nei, en ég hef alveg sett út á sko, með
bæði lækna og sálfræðinga, sko. En það er kannski bara líka, maður þarf líka kannski, líka að gera það, veist. Þannig að við erum nú öll bara manneskjur og við erum öll að reyna okkar besta og svoleiðis, en það þarf að vera svona samtal. Og maður verður kannski líka að fá að gagnrýna. Já, akkurat. Það er það sem að, svo er það sem að við leyfum okkur líka að gera hérna í þessum þætti, það er bara svona aðeins að tala út frá reynslu og segja hvað okkur finnst að í kerfunum. En já, einmitt. Og ég er að svona, einmitt, velta þessu fyrir mér. Hvernig getur sko heilbrigðiskerfið og heilsugæslukerfið lagað sig? Hvernig er hægt að laga þetta? Heldurðu sé hægt að laga þetta? Heldurðu þetta eigi einhverja von? Heldurðu við getum orðið svona eins og Danirnir sem eru bara hugsa börnin alveg númer 1, 2 og 10 og ná að svona, já, ég veit að, ég meina þar ef einhver lendir í slysi eða eitthvað þar og þá er bara teimi mætt heimtíðin til þess að informera þig sumstaðar í Danmörku, informera þig réttindi þín og hvaða þjónustu þig rétt á. Við erum svo langt frá þessu einhvern veginn hér. Já. Sko, þetta er bara það sem við verðum að gera. Já. Ef að við við verðum bara að gera þetta. Þetta er bara það sem það er til vitneskju það, að hvað þetta er gefandi fyrir samfélagi þegar uppi stendur. Já, spara peninga til lang algjörlega. Ef að við viljum hafa heilbrigt og gott samfélag, þá verðum við að sinna fólkinu og mæta þörfum þess. Og við verðum líka bara, það er bara, veist, og þessi, og svona, eins og mér fannst líka koma svolítið gott vel framan á þessu málþingi hjá Geðhjálp, kennarar og skólinn og löggan og heilsugæslan, að þetta talar allt saman ef eitthvað kemur upp á, inn á heimili hjá barni, þar sem að kannski löggan kemur inn á heimilið eða það taka eitthvað eða eitthvað, eða veist, einhver veikind verða, þá er skólinn, fær hann vitneskju og þá er þessu mætt með virðingu. Veist, hvernig líður þér? Veist, barnið tekið frá hvernig líður þér og er eitthvað sem við getum gert eða til að hjálpa þér eða og veist, sem að byggist ekkert á því að vera bara eitthvað hvað gerist þarna hjá þessu eitthvað svona, veist, eins og við svona, okkar samfélag hefur verið svolítið mikið meira í einhver svona kjaftagliði eitthvað svona, eða tala illa fólks, en þarna er þetta bara, veist, alvöru, veist, bara virðing og umhyggja fyrir meðborgarunum og bara, veist, börnunum og þannig viljum við hafa það. Við viljum hafa þetta svoleiðis, við þurfum að veist, eyðileggja, veist, bara, eða, veist, ekki leyfa þessum gömlu, veist, kreddum sem við höfum lifað við, það sem er þöggun og baktal og eitthvað svona, veist, mannskemmandi, veist, bara hegðun og slæm framkoma við börn, veist, eins og þau bara veist, ég veit ekki, bara, veist, maður bara var oft fyrir, veist, sem krakki og svona, veist, hvað sumir gátu verið vondi við krakka og svo leist þetta bara, við þurfum að breyta þessu. Við ætlum að Við þurfum bara einhvern veginn að nútímavæða kerfin okkar allverulega. Og svo er þetta kannski spurning svona pólitískan vilja líka til þess að setja peninga í forvarnir og setja peninga í bara eðlilega hluti en ekki vera alltaf að slökkva elda. Já, það er algjörlega rétt af því að það er náttúrulega, sko, það er eins og búið að segja enn og aftur að það er bara svo rosalega mikið fjármagn sem sparast með því að setja peninga á rétta staði. Akkurat. Það er í þessu umhyggju fyrir
bara borgarunum einmitt. og það skila sér margfalt og við viljum líka vera sko, ég sé fyrir mér að við viljum hafa sko, við búum náttúrulega svo vel þanniglega að vera vissuleyti eins og núna á eyju, við getum miklu betur til dæmis tækla svona veiru eins og við erum að tækla núna með því að standa saman við, og við viljum líka að börnin okkar eigi góða framtíð og mér finnst að við með því að við hlúum rosalega vel að börnunum og menntum þau vel veist, og þá verðum við stöndugt og flott samfélag en ekki það að við þurfum að alltaf vera eitthvað best í heimi eða eitthvað svoleiðis. Veist, ég svo þreytt á þessu einhvern veginn líka einhvern veginn með alltaf vera alltaf eitthvað svo mikið svona Íslendingar verður svo mikið svona berja sér á brjóst með að við séum best í þessu og best í hinu eitthvað svoleiðis sem við erum ekki neitt. Nei. Og við erum bara alltaf að segja eitthvað, já, þorpið að hugsa börnin. Þetta er svona tal, en þetta er ekki reynd. Nei, við þurfum að fara að gera eitthvað í reynd. Já, nákvæmlega. Ekki bara eitthvað talum að við séum eitthvað þegar við erum ekki neitt. Við erum ekki neitt betur en aðrir, við erum bara að fara kannski bara hysjum eitthvað buxurnar og bara fara að gera hlutin almennilega. Einmitt. Það er í alvörinu góð við hvort annað. Já, akkurat. Látum þetta vera loka orðin í þessu spjalli. Takk fyrir, María. Takk fyrir komuna, Elisabeth. Takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir að hafa mig. Já, og þið áhorfendur, takk fyrir áhorfið og ég minni á Rauðaborðið fyrir í kvöld á sínustað klukkan 8 og við sjáumst næst. Takk.